Við erum stödd hérna fyrir utan listasafnið á Akureyri í brakandi sól og blíðu en hérna opnar á morgun Ketilkaffi laugardaginn 12. júní. Eyþór Gylfason og Þórunn Edda Magnúsdóttir hafa veg og vanda að því og við ætlum að fá að fræðast málið. Fylgið mér. Jæja, núna opnar á morgun og fyrsta spurningin hlýtur að vera bara hvernig tilfinningin og stemmingin? Þetta bara ótti og spenna á sama tíma, Já, við erum mjög spennt. Það er náttúrulega búið að vera mikið að gera, mikið að undirbúa, en þetta er alltaf smella. Já, er það ekki alltaf þannig? Þetta smellur alltaf á loka metrunum? Jú, þetta er bara... Er þetta ekki svona þessi íslenska redding alltaf bara í lokinu? Ef þetta er ekki alveg komið, þá er ég reddað einhvern veginn, þangað til að... Íslenska leiðin. Tek ég alla leið, Já. Mér langar að spyrja ykkur aðeins út í nafnið, Ketilkaffi. Hvaðan kemur þetta? Og svona kannski grunnhugmyndin á bakvið kaffihúsið? Já, Ketilkaffi, við vorum eitthvað að vandræðast með nafn. Okkur langaði svolítið að halda í tengingunni hérna við Gil og þetta gamla og þá náttúrulega Ketilhúsið sem stendur náttúrulega enn og heitir Ketilhús. Og þá fórum við eitthvað svona að leika okkur með það og datt þetta nafn í hug, eða reyndar pappans Eyþórs þetta í hug, kom með þetta snilldarnafn af því þetta bæði er þetta tengi hérna við Ketilhúsið og svo líka gamla uppáhellingaraðferð á kaffi sem er Ketilkaffi sem er bara típist svona bara vatn og kaffi í katli og svo bara annarkost yfir eld eða bara svona, já. Þetta er svolítið svona, hefur smá tenging við Noreg og ég er náttúrulega vann lengi þar sem kaffibarþjónn. Þannig að þetta var svona einhvern veginn tikkað í nokkur box, þannig að okkur fannst þetta bara svolítið skemmtilegt nafn. En þó að kaffihúsið heiti Ketilkaffi þá er nú ýmislegt annað á boðstólnum fyrir þyrsta og svanga. Hvað er svona helst í boði? Já, við verðum með kaffi frá Kaffibrugghúsinu sem er svona lítil kaffibrennsla í Reykjavík og þau sem eru með þá brennslu koma hérna úr Eyjafirðinum og hafa tengingu hérna norður. Og Njalli sem rekur Kaffibrugghúsið, ég var að vinna með honum í Noregi og þetta er svona þetta kaffi er alveg tipp-topp kaffi. Það færði eiginlega ekki betra kaffi myndi ég segja, allavega í þetta sem við erum að fara að gera. Þannig að við erum mjög spennt fyrir því samstarfi og spennt fyrir að bjóða upp það. Það var bara alls kyns kaffidrykki, svo verðum við líka með Hari uppáhellingaraðferð og Chemex og auðvitað Ketilkaffi fyrir þá sem óska eftir því. En síðan verðum við auðvitað með eitthvað undir tönn líka eins og við erum með súkkulaðibitakökur, við erum með croissant bæði með súkkulaði og án. Síðan erum við með súrdeigsbrauð sem við búum til hér, hummus sem við hrærum sjálf. Það er ýmislegt á boðstólnum, Kleinurhringirnir. Já, kleinurhringir Súrdeigskleinurhringir. Sem við steikjum hérna. Það er greinlega mikill metnaður. Þið þurfum ekki að vakna fyrir allar aldir til þess að byrja að baka og undirbúa. Jú, bara maður gleymir því svolítið bara að maður þurfa að sofa núna, en það er bara fínt. Já, og lítill fugl hvíslaði mér að það verði jafnvel koktelar í boði hérna líka. Getur það passað? Já, við verðum með alveg mjög góða koktelar. Við fengum með þetta nokkrar velvaldar konur í gær til að smakka og þær voru allar mjög annars. Þannig að þetta verður svona, og svo munum við keyra svolítið á svona tapasréttum eða smáréttum sem er þá tilvalið að fá sér með koktelum. Ostar og alveg sérvalið kjöt, eða svona pilsusalami, chorizo frá Ítalíu, parmaskinka, fransku brie og svo verðum við líka með ostana úr Skagafirði, tind og feiki. Já, gretti og... Já, gretti og feiki, já. Svona harðir ostar, hún er að eldast í hjóli, Mjög góðir. Og einmitt líka skagfirskan burrataost sem er alveg frábær. Þið ætlið sér að opna núna á morgun, laugardaginn 12. En hvernig verður svo opnunartíminn framvegis? Við opnum klukkan 10 á virkundum og verðum svona almennt með opið til 6 en á 50-dögum, föstudögum og laugardögum verður opið til 11. En helgar opnum við klukkan 12 svona sem að fólk er kannski ekki alveg Það finnst alltaf betra að liggja aðeins lengur upp í rúmi.
Þetta náttúrulega bara hérna í hjarta miðbæjarins, þannig að það alveg kjörið að leggja leið sína hingað og fá sér gott að drekka og borða og bara njóta lífsins. Horfa eins og núna svona fallegum sóladegi eins og í dag. Dásanlegt að sitja hérna og horfa út í að sitja fyrir utan í sólinni. Ja, klálega. Það alveg frábær hérna sólarblettur hérna fyrir utan og svo erum við með það sem bara sól frá morgni og fram á alveg eftirmiddag. Svo erum við með svalirnar uppi líka með sól alveg bara allan daginn. Já. Og svo erum við gilið náttúrulega bara ótrúlega margt skemmtilegt að gerast hérna, nýbúð að opna og einmitt listasafnið og allt þetta, þannig að það alveg ýmislegt að sjá, sko. Fróði orðin svona einhvern veginn aðeins virkari heldur en hann var sem svona fornbókabúð og svona menningin allavega að glæðast hérna í gilinu sem svona einhvers konar hliðarskref við göngugötuna. Og það verður vín á boðstólnum líka væntanlega? Jú, við ætlum að bjóða upp á náttúruvín sett frá Berjamó eða Mikkaref eftir hvernig skilgreinir þetta fyrirtæki hans Dóra Díana og hérna þannig að það svona hugmyndin okkar að vera svona eiga samskipti við litla framleiðslur eins og bara í kaffinu, þannig að þetta eru bara litlar framleiðslu einingar sem koma og vínið svona tiltölulega bara breytilegt eftir ári. Þetta bara algjörlega háð uppskeru og veðurskilyrðum og svona aðeins svona, það svona fyllra bragð í þessum vínum og skemmtilegri svona sögur á bakvið hverja uppskeru, sko. Já. Svo erum við líka með vín frá Allegrini sem ítalskur vínframleiðandi, alveg frábær vín og hafa alveg hlotið alveg marga góða dóma og unnið einhver verðlaun og ég veit ekki hvað. Og þar verðum við með rautt, hvítt og freyði vín og erum mjög spennt fyrir því líka. Þannig að það þetta að skála í búblum hérna. Já. En þannig ber undir. Já. Frábært. Þetta þar sem menningar hjarta bæjarins slær og núna þarf fólk ekki að þyrsta eða hungra. Það getur bara komið hérna til ykkar og leyst úr þeim vanda. Bara ótrúlega gaman að koma hérna til ykkar. Við ætlum kannski að taka hérna smá yfirlitsmyndir og sjá hvað þið eru að bauka. En bara gangi ykkur vel. Takk fyrir.